Það frábært að sjá salinn hérna fullan svona í dag og mér er mikill heiður að koma hérna og deila þessu niðurstöðum með ykkur og tek undir orð kollega minna að þetta búið að vera óskaplega skemmtilegt ferðalag. Nú, hver er staðan? Það það sem við Hákon ætlum að reyna kannski aðeins að leggja upp með og áður við höldum áfram. Ferðaþjónustan, hún er svo þverfagleg og hún er að gefa svo mikið af sér á svo mörgum stöðum. Og það er kannski svolítið skilaboð sem við þurfum að láta út í samfélagið. Samkvæmt þessari áætlun sem við erum að leggja fram hérna sem byggist á ferðaþjónustureikningunum, þá erum við að sjá 324 milljarðir sem við getum fyrir að fá í kassan hugsanlega núna 2013. En hver er að fá það? Það eru, ef við horfum hérna á fyrstu grunnstöðuna hérna, það er að komast til landsins. Það eru farþegaflutningar, flug til landsins og síðan er það ferjur og flutningsaðilar hérna innan lands. Það eru 106 milljarðar, sem þetta þarf kannski hugsanlega í kassan. Þjónustan við þessa aðila, hafnir og flugvellir, 17 milljarðar, fyrirgefið. Ég er ekki vön að tala í svona stólum tölum. Nú, samgöngur tekjur á landi, þær telja hugsanlega 48 milljarða. Við erum að sjá ferðaskipuleggjendur, þeir sem eru að taka saman pakkana og stýra hérna, vörunum áfram, það er velta hugsanlega 21 milljarði. Veitingahúsin, sennilega 25 milljörðum. Þetta er það sem er gefið upp, ég ætla ekki að svara öðru. Gistingin, 37%. Nei, það fyrirgefið, 37 milljarðar. Afþreying sem skiptir gríðarlega miklu máli, af því að við höfum ekki afþreyingu. Akkur ætti þá farþeginn og gesturinn að koma til landsins. Það er hátt í 20 milljarða eða 16 nú þegar og það á bara eftir að stækka, það er líka tækifæri. Nú, það er svo margt sem á þessir aðilar sem eru að veita þessa grunnþjónustu. Þeir þurfa allskyns aðstoð þjónustu, þeir þurfa að flytja eitthvað inn til þess að geta tekið á móti þessum aðilum og þar fellur til dæmis að við viljum öll versla, allan við stelpurnar. Þá getur hugsanlega verið 48 milljarðar sem þar liggja. Og ýmis önnur þjónusta er í kringum 6 milljarða. Þannig að en svo sjáðu líka að það eru box sem vantar tölur. Viljum við ekki líka vita hvað það er? Það þurfi spurningu sem við þurfum að svara. Nú, af þessu sögðu sem hefur komið hérna fram, þá er mikilvægt að við áttum okkur aðeins á styrkleikum og veikleikum greinarinnar út frá því sem hefur með framboðs- og eftirspurnarskilyrðum íslenskrar ferðaþjónustu. Og við beitum aðferðafræði Porters í stefnumótuninni við þessa greiningu og þá má sjá að framboðsskilyrðin eru almennt bara þokkalega góð. Það eru nokkrir þættir sem þarf bara að bæta til að verða enn betri. Við erum orðið svolítið eftir í stefnuskipulagi og samkeppnisþáttum og þar hefur orðið út undan í allir þessar hröðu þróun sem hefur átt sér stað í greininni. Þar þurfum við að skoða og finna samstöðu stefnuna eins og hefur komið hérna fram áður. Skipulagi hefur verið talið flókið, gagnaöflun og viðmiðanir þurfum við að skoða, lagaumgjörðin og svo mætti lengi til að eftirspurnarskilyrðin er almennt góð og eru orðið svo góð að við erum búin að sjá það mjög skýrt í fjöldanum. Nú ekki gleyma að aðrar sterkar atvinnugreinar í landinu, þær skipta gríðarlega miklu máli fyrir íslenska ferðaþjónustu og skapa fullt af tækifærum. Nú, ég kynnti þetta kort fyrir ykkur sem er svona kannski þverfaglegt á greinina og sýnir þessa þætti, sem að spila í greininni. Við höfum talað að ferðaþjónustan er þverfagleg og ég held að ég geti sagt hér og nú að þetta kort sýnir það með sönnum hætti. Við erum í umræðinni í þessari vegferð sem við erum búin að vera og þá höfum við hort á kjarnan, því sem eru í hringuðinni. Það er hins vegar ekki alveg nóg. Þar hafa komið ýmis skilaboð sem hafa komið fram áður og sem endurspeglast í styrkleikum og veikleikum. Það sem hefur líka verið hrikalega skemmtilegt að upplifa, að það er þessi samræða sem hefur átt sér stað á milli þeirra sem eru í kjarnastarfseminni og þeirra sem eru að þjónusta, til dæmis eins og
eins og fjárfestingaraðilar, tryggingaraðilar, markaðsaðgerðir og aðrir ráðgjafar sem að hafa með alls kyns þætti að gera til uppbyggingar og styrki ykkur sem eru að þjóna ykkar gestum sem og þeir verða sterkari til þess að þjóna ykkur. Men mig gleyma því, það í báðar áttir, þannig virkar samræðan. Nú, og svo kemur hverju bera haf af ferðarþjónustunni. Það alveg hellingur af aðilum og mikilvægt að þeir geri sér grein fyrir því hvað þið að byggja upp og gera til þess að samfélagið í heild sinni nái sem bestum árangri. Og síðan tengdu klasarnir eins og ég talaði áðan. En af þessu sögðu, þá mikilvægt að átta okkur á hvernig getum við bætt þessa mínusa sem eru þarna í demantinum okkar. Til þess að þeir geta orðið sterkir og gert plúsana kannski stærri plúsum, margfaldaplúsunum. Við í okkar gögnum erum að leggja til ákveðin verkefni. Og þar höfum við að leiðarljósi ákveðna, ég veit ekki hvort ég þora að segja það, þetta svona altaristafla klasastjórnandars. Af því þessi hringur, hann faktisk hægt að setja upp fyrir hvaða grein sem það eru svona 6 megin þætti sem við þurfum að skoða, ég er svo hrædd með að detta fram af. Þegar við skoðum hvernig við þurfum að bæta þessa þætti. Það nýsköpun og tækni, menntun og þjálfun, markaðs- og viðskiptatengsl. Við þurfum að horfa á stjórnvöld og starfsskilyrði og rannsóknir og samskipti. Og ef við röðum niður þeim forgangsverkefnum sem við leggjum hér á borð og mælum með að íslensk ferðaþjónusta einbeiti sér að horfa til, þá ætla ég að segja í forgangsröðun. Við teljum að fyrsta forgangsverkefni íslenskrar ferðaþjónustu að ráðast í uppbyggingu ferðamannastaða og fjármögnun. Við skoðum þessa leið og nokkrar leiðir og þær birtast í skýrslunni okkar, en það sem við höfum að leiðarljósi við þau dæmi sem við setjum fram, að við horfum það út frá sjálfbærni. Sjálfbærni ekki bara umhverfismál. Það er umhverfismál, það eru samfélagsmál og það að bera hag úr því. Það er efnahagslega þættir sem þarf að hafa leiðarljósi. Og þessir 3 þættir endurspegla að við getum hugsanlega kannski haft að leiðarljósi til þess að ná þessari sátt sem ráðherra okkar var að mæla með að við myndum horfa til. Nú, síðan við teljum að greinin þurfi aðeins að horfa til skipulagsins. Það kom mjög skýrt fram hjá okkur í okkar vegferð og okkar viðmælendum sem við byggjum okkar niðurstöður á að hér sé ofsalega margir að gera sömu hlutina og ekki alveg nógu mikið samræming. Endurskilgreining leyfa og eftirlit. Við duttum það margir sem höfðu orðað því við okkur að hér væri kannski spurning að koma með leyfisveitinguna upp á næsta skref, það þarf að verða ferðaskipuleggjandi, það bara leggur fram gögn, svo getur þú bara verið ferðaskipuleggjandi. Og aukningin af ferðaskipuleggjandi frá 2006, hún fór úr 40 í 582, samanber tölur frá Ferðamálastofu 31. ágúst. Þannig aukningin gríðarleg. Samræming markaðsmála. Það einn þáttur sem að menn hafa verið að horfa til. Það eru gríðarlega margir góðir þættir eru í gangi, en það þarf samt líka að horfa til að það eru mörg verkefni sem fólk að vinna, eða sem hópar að vinna undir mismunandi stjórnum og það ekki alveg samræming oft á milli, stundum ekki sömu aðilarnir að vinna, þannig að það þarf að gangi í takt. Það hægt að nýta fjármunina hugsanlega mun betur og ná kannski enda betur árangri. Og ekki síst kannski með þeirri tillögu sem við leggjum fram að horfa á ákveðna vörur. Markhópagreining. Það akkurat hefur það með það að gera. Einhverjar nýjar vörur hugsanlega sem við þurftum að horfa til. Við þurfum að einfalda skattkerfið. Hér gríðarlega flókið skattkerfið sem snýr að ferðaþjónustunni. Gagnabanki ferðaþjónustunnar. Það gríðarlega margt unnið á mörgum stöðum sem verður að samræma, samhæfa og byggja upp þannig að hægt sé að mæla með reglubundnum hætti og koma skilaboðum út í samfélagi það mikilvægi sem að ferðaþjónusta býr við. Og maðurinn á götunni, hann þarf að átta sig á því að ferðaþjónustan, hún honum til heilla. Vöruþróunin,
efla samtal við menntastofnanir af því ef við ætlum að mæta auknum kröfum ferðamanna í nútímanum, þá verðum við að hafa öflugt fólk sem að þjóna á öllum sviðum. Og þarna kom svolítið skýrt fram í okkar vegferð að samtal við menntastofnanirnar þarf kannski aðeins að samræma betur. Og ein athugasemdir sem að ég fékk var sú að það vantar svolítið að átta sig á því að maður læri ferðamálafræði, þetta bara business. En gott og vel, og nýliða námskeið fyrir þá sem eru að koma inn í greinina. Þeir þurfa kannski að átta sig á því hvað máli snýst. Og þetta kom mjög skýrt fram, ekki síst frá þeim sem eru að vinna í fjármálaheiminum. Að vita út á hvað þessi viðskipti ganga. Nú, við spyrjum, þetta kannski ekkert stór tíðindi, en þó að þetta dettur og fellur mjög vel við það kort sem við erum að leggja fram. Hér getum við séð leyfisveitingarnar hafa með allan kjarnan að gera. Hugsanlega væri mjög gott að skilgreina hvers konar afþreyingu ætlar að fara að bjóða. Hvers konar kröfur þarftu að hafa ef þú ætlar að vera að bjóða upp á köfun eða siglingu eða jöklagöngu. Við verðum að gera aðeins að hækka hindranirnar, en þó ekki þannig að við dreifum niður alla nýsköpun. Nú, við þurfum að, hérna getum við séð að það þarf samstarfið stjórnvöld í varðandi leyfisveitinguna og skattamálin. Samrækjum markaðsmála, þá þurfum við að vinna með markaðsskrifstofunum. Gagnaöflunin, þá þurfum við að vinna mjög náið með menntastofnunum og vísindaheiminum. Af þessu sögðu, og fyrir utan það, af því ég nefndi að ég vildi forgangsraða og setja í fyrsta sæti það sem heitir uppbygging ferðamannastaða. Og það hefur með allt kortið að gera. Það hefur með alla að gera. Okkur sem íbúa samfélagsins, okkur sem starfsmenn hvar sem í kortinu. Nú, en hvað svo? Og hvernig förum við að þessu? Hákon, ert þú með svörin? Ég veit það ekki. Honum finnst tækni ekkert rosalega skemmtileg. Heyrið mig? Já, takk fyrir þetta, Rósa, og þið hinn. Þetta búið að vera skemmtilegt. Það var nefndir ekki inn í handritinu að heyra sögur af skattheimtuferli Steingríms Birgissonar og Friðfinns á Melrakkasléttu, en það var skemmtileg saga. En bara örstu tilbaka, hvar byrjaði þetta? Þetta byrjaði eins og Eggert sagði áðan 9. október 2012 á tröppunum í Norræna húsinu, þar sem að þessi aðilar ákvaða sammælast að prófa að fara í þessa vegferð, og ég sé að það eru mörg andlit hér í þessum sal sem eru líka á þessari mynd. Og þarna eru við sem sagt 37. Samsetningin óvinnulega því leyti að, jú, vissulega flestir úr kjarna þar sem að þeir starfa þar sem að ferðaþjónusta kjarnastarfsemi, en það eru líka þarna stuðningsaðilar ferðaþjónustunnar sem að hafa mikinn hag af því að innviðir ferðaþjónustunnar séu af hinu góða, séu sterkir. Og svo eru þarna líka opinberar stofnanir og stuðningsaðilar. Og aðeins aftur varðandi tímalínuna, þetta byrjaði 10. október, 37 aðilar, 111 í dag. Þetta náttúrulega gríðarleg fjölgun sem þýðir að þetta fengi mikið hljómgrunn og allt þetta ferðalag eins og mönnum hefur verið tíðrætt og þetta byggst á viðtölum og fyrirliggjandi gögnum, Gallup-kannanir og svo framvegis, miklu verið kostað til. En kannski ánægjulegast í þessu að þessi uppstilling á þessum fundum sem að alls eru 14 talsins haldnir út allt land, að það hefur staðist. Það eru allt saman staðist og tímaáætlanir hafa staðist og fjárhagsáætlun sömuleiðis. Fjárhagsáætlunin var upp á 43 milljónir, við enduðum í 37 og sniðum okkur stakkandi vexti. Og eina sem ekki stóðst var að ráðgjafanefndin ætlaði að hittast 4 sinnum en hún hittist 8 sinnum. Þannig að það er mjög ánægjulegt að sjá svona þegar maður lítið tilbaka. Það er ekki alltaf sem það gerist, en þetta er mjög ánægjulegt. En aðferðafræðin, það verður margoft komið fram hér að svo aðferðafræði sem við beitum er klasastjórnunar aðferðin. Þetta hugtak klasi er
pínu problematist vegna þess að menn nota þetta mjög margt. Þetta pirraði mig dálítið hérna áður fyrir en maður svona sættir sig við. Þetta er samningar, styrkveitingar eru kallaði klasar, rannsóknarsjóðir og framlög í það eru kallaði klasar. Gott og vel, margt af því leiðir mjög gott af sér og allt í góðu með það en sem sagt klasastjórnin er þegar ólíkir hagsmunaaðilar koma saman. Það vill reyndar þannig til að við erum svo lánsöm að hafa undanfarin ár notið þess að vera í samstarfi við fremstu klasastjórnendur í heimi og fengið góð ráð og ábendingar. Það vill þannig til, sem er stórmerkilegt, ég var á ráðstefnu klasastjórnenda, alheims klasastjórnenda núna bara í þessu mánuði og þar var kynnt til sögunar rannsókn sem að búið að taka núna í 2 ár. 100 klasastjórnenda voru spurðir, hvað er það? Þetta var mjög viðamikið rannsókn, ég fari gegnum hana, en lykilatriði þetta. Hvað er það sem sker úr hvort að klasar ná að dafna og hvort þeir nái að lifa eða þrífast? Stóra niðurstaðan er svo, alls staðar í heiminum, og þetta er sama niðurstaðan. Þar sem fyrirtækin eru í forgrunni, fyrirtækin í viðkomandi atvinnugrein eru leiðandi, hvað varðar stjórnarþátttöku, almennri þátttöku og svo framvegis, þar dafna klasar betur heldur en þegar að aðrir aðilar koma að hvort sem það eru opinberir aðilar, menntastofnanir eða fleiri, eða einhverjir aðrir. Þetta er okkur mjög ánægjuleg tíðindi, við höfum reyndar haldið þessu dálítið lengi fram og unnið kannski svolítið samkvæmt því og reyndað taka hlutverk okkar sem klasastjórnenda alveg að því leitinu til. Klasastjórnunin hún byggir á því að klasastjórnin hann er brúarsmiður. Það eru þarna, eins og sést á myndinni, það eru þarna ár og lækir og misfarvöld sem eru miserfið yfirferðar. En það er þá klasastjórans að finna út úr því hvernig hann getur byggt brýr á milli þessara ólíku aðila, fjármagnaraðila, menntastofnana, rannsóknarstofnana, stjórnvalda og síðan fyrirtækjana sem eru þarna í forgrunni og líka hvernig hann getur byggt brýr á milli þess milli fyrirtækjana sem eru innan sömu greinar. Gleymi því þó ekki að það er alltaf kjarninn í öllum klösum, það er svo samkeppni sem er og hún verður að vera dýnamisk og mjög virk. En þetta er það sem að starfið gengur út á og sem sagt brúarsmiðurinn, hann gegnir gríðarlega miklu hlutverki og hann þarf helst að standa fyrir utan alla hagsmuni í viðkomandi atvinnugrein og það er það sem við höfum reynt að gera. Það er annað í þessu sem að er mjög mikilvægt, ég ætla að taka smá dæmi, það er að klasar, þeir eru mjög tengdir orðið. Þú getur verið partur af því að vera klasi bæði til dæmis í túrisma, í jarðvarma, í heilbrigði. Dæmið þetta er fyrirtæki svo Bláa lónið sem við þekkjum öll, sem hefur snertiflöt á alla þessa staði. Í sjávarútvegi er mikill snertiflötur til dæmis við bæði túrisma og orku og svo framvegis. Þannig að tengingin hjá starf klasastjórans að tengja í sífellt meiri alþjóðlegri samkeppni við aðra klasa er sífellt meira mikilvægt. Skulum kíkja smá dæmi sem að kannski varpar öllu ljósi á þetta mál.
að sjá myndskeið sem kynningamyndband fyrir ráðstefnu sem verður haldin hér 2016, það langt þangað til. En á hverju byggir hún? Þetta afurð klasasamstarfs, mjög öflugs, úr jarðvarmanum, þar sem var haldin ráðstefna í mars í Hörpu síðastliðin, 600 manna ráðstefna, 250 útlendingar, fyrirlesarar frá 25 þjóðerindum, svo framvegis, og þótti gríðarlega vel heppnuð. Það kom til mín einmitt, smá saga kringu það, kom til mín einmitt forstöðumaður ríkisstofnunar í jarðvarma og mikill framámaður í þeim geira, gríðarlega færumaður, og kom til þetta var rosalega flott, ráðstefna hjá okkur. En ég hefði viljað að félagið mitt hefði haldið það. Einmitt. Þeir höfðu 60 ár til þess, gerðu það ekki, en hvað þurfti til? Jú, það þurfti einmitt einhvers konar brúarsmið, einhvers konar klassastjórnanda til þess að taka menn og ná mönnum saman. Það þetta sem þetta gengur út á. Og þá mjög gott einmitt að vera ekkert ægilega mikill jarðvarmasérfræðingur eða eitthvað, skiljið. Það bara að ná því að binda menn saman, og þetta það sem að klasastjórnum gengur dálítið mikið út á. Að þú sért standi fyrir utan en sjáir tækifærin og leiðir menn í díalóg, í samræðu og svo framvegis. Og þetta held ég það sem sé svo mikilvægt. Það að segja að ef að klasa, sem sagt ekki bara stjórnun, heldur bara samstarf, stækkar kökuna upp í þetta hér. Og með myndina sem hann Friðfinnur sýndi hérna í upphafi, ef það ekki forsendur í íslenskum ferðaþjónustu til þess að gera slíktið sama þar, þá veit ég ekki hvar það ætti að vera. En þá þarf samstillt átak. Ég ætla aðeins að fara hérna hvaða í rauninni þetta prinsip sem við vinnum eftir, að ef þú ætlar að standa fram fyrir einhverju viðfangsefni og ætlar hana árangri, þá þú að hafa, það eru þrenns konar hagsmunir sem við talum. Við tölum að hafa forræði, við talum að hafa afl og við talum að hafa áhrif. Þeir sem hafa forræði eru þeir sem hafa leyfi til að segja já og nei. Þeir sem sagt geta, það ráðherrann sem situr hér, það eru stjórnarformenn í fyrirtækjum og svo framvegis. Það nauðsynlegt skilyrði til þess að hægt sé að fara af stað, en það ekki nægjanlegt. Þú verður að hafa líka afl. Og hvað aflið? Jú, það í fyrirtækjunum, það þeir sem eru hér. Þið hafið aflið til þess að framkvæma eitthvað sem búið að ákveða. En til þess að fylla ákvörðunina, gæðum og svo framvegis, þá þarftu að hafa þetta þriðja, influence, það að segja áhrif. Ekki endilega forræði eða afl, en þú þarft að hafa mikið vit að þetta gera, þú þarft að vera tillögugóður, vera lojal gagnvart við einhvers efninu og svo framvegis. Þetta getur verið menntastofnanir, fræðimenn, reynsluboltar og fæi og svo framvegis. Með því að taka allt þetta saman, þá býrðu til það sem heitir CARPI, Combination of Authority, Power, Influence upp á ensku, samhæft forræði, afl og áhrif. Og þetta í rauninni lykillinn að því sem að þarf að gera. Þetta dæmi þarna ráðstefnuna kannski gott dæmi það líka. Dæmi þetta verkefni sem að Rósa var að tala áðan, uppbyggingu ferðamannastaða og fá einhverja fjármögnun af því og hvernig infrastruktúrinu getur orðið betra á eftir, það þarf að beita þessu þar. Ég til dæmis get ímyndað mér að, þú veist, öll skattaumræðin sem var í fyrra í kringum ferðaþjónustuna, ef þetta hefði verið haft að leiðarljósi þar, hefði mátt komið með fyrir mörg slysin held ég. Og svo framvegis og svo framvegis. Þetta viðfangsefni. Að beita þessari aðferðafræði, samræðunar og svo framvegis. Og ég trúi því, með þessi ráðherra sagði, með þessi menn hafa sagt og með okkar viðtökur, með mætinguna hér, sem hefist alveg stórkostleg og ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma, virkilega gaman að sjá hvað mörg. Þá hef ég trú á að þetta sé eitthvað sem við getum einbeitt okkur að í framtíðinu og byggt á. Hafandi sagt það, þá ég sannfærður það, þó að menn ákveði það, að gera ekki neitt með þetta. Láta þetta bara búið að vera einhverja skýrslur hérna í gangi á þessu ári, sko, fer bara vel í hillu þessi, og menn ákveða að gera ekki neitt. Ákveða að gera ekki neitt. Þá ég sannfærður að það mun eitthvað gott gerast í íslenskri ferðaþjónustu. Af hverju? Jú, vegna þess að íslenskri ferðaþjónustu eru frábær fyrirtæki, fyrst og fremst. Frábæri stjórnendur.
búið að vera frábært að vera með ráðgjafarnefndina með sér og í svo framvið og ekki bara það, heldur bara þið öll. Mjög hár standard á rekstri á íslenskri ferðaþjónustu. Fyrir vaxandi. Og fyrir vaxandi. Og stoðkerfið fínt, það eru fína stofnanir, það eru, þú veist, Íslandsstofa er að gera fína hluti, Ferðamálastofa, SAF er gott fólk og það er fullt af fínu fólki. Það mun eitthvað gott gerast. Ég er hins vegar sannfærður um það. Að það má tryggera, það má örva hlutina hraðar með því að beita aðferðum af þessu tagi. Ég er alveg sannfærður um það. En það er ekki kannski okkar að ákveða það. En bara svona rétt í lokin, ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og ég vona að þið hafi haft eitthvað gagn að þessu og skýrslan er á netinu, endilega flettin upp, prentið hann út og dreifið sér víðast og við þökkum kærlega fyrir okkur. Takk.